Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 9. febrúar árinu 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1327. Hann fer fram í gegnum fjarfundabúnað og verður hérna fundagerð samþykkt með rafrænum hætti í lok fundar. Nú, eftirfarandi bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það eru Valgarður L. Jónsson sem hér talar og hérna gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Kristín Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson og Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í fjarveru Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir skrifstofustjóri og hún sér að færa þennan fund til bókar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá málsnúmerið 20.03.227 launaviðaukar í fjárhagsáætlun ársins 2020. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 28. janúar síðastliðinn viðauka númer 37 við fjárhagsáætlun 2020 vegna launa samtals að fjárhæð 11.436.073 krónur. Breytingin vegna kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga við tónlistakennara og við félag íslenskra hljómlistamanna. Bæjarráð samþykkti að útgjöldunum verði mætt innan áætlunarinnar af óvissum útgjöldum og með hækkun á tekjum vegna fasteignagjalda. Ráðstöfunin hefur því ekki áhrif á áætlaðan rekstrarniðurstöðu og eftirfarandi. Í fyrsta lagi aflið 2830 4995 og deild 04510 krónur 392.000. Í öðru lagi aflið 20830 4980 og deild 04510 krónur 2.170.447. Í þriðja lagi aflið 20830 4990 og deild 04510 krónur 4.624.000 og í fjórða lagi aflið 20830 4280 og deild 04510 krónur 1.357.000 og að lokum aflið 00060 0010 og deild 04510 krónur 2.892.626. Þetta gerir samtals 11.436.073. Viðaukanum vísað til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar og orðið laust þennan viðauka. Það enginn sem óskar eftir að fá orðið. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 37 við fjárhagsáætlun ársins 2020 að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og viðaukinn þar með samþykktur. Annað mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.02.074. Þetta viðaukar við fjárhagsáætlun 2020. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 28. janúar síðastliðinn viðauka númer 38 við fjárhagsáætlun ársins 2020 sem felur í sig tilfærslur milli liða sem ekki hafa áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu. Bæjarráð vísar viðaukanum til endanlegrar samþykktar í bæjarstjórn Akraness. Og upplýsingar þennan viðauka í fundagögnum og orðið laust ef ykkur vill taka til máls. Það enginn sem biður orðið. Þá biður þá sem samþykkja viðauka númer 38 að gefa merki. Það eru 9 hendur á loft. Viðauki númer 38 þá samþykktur 9-0. Þriðja mál á dagskrá, málsnúmer 20.02.201, heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fjárhagsáætlun 2021
og framlag 2020. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 28. janúar síðastliðinn fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands sem felur í sér viðbótarútgjöld að fjárhæð krónu 3.353.290 krónur. Viðbótarútgjöldunum mætt af lið 28.30.4995. Bæjarráð samþykkti þarna viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun 2021 vegna þessa og honum hér með vísað til endanlegra samþykktar í bæjarstjórn. Orðið laust ef ykkur vill ræða þetta mál. Það enginn sem biður orðið. Þá biður þá sem samþykkja viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun 2021 að gera svoleiðis gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórða mál á dagskrá málsnúmer 21.01.270 Rún AK forkaupsréttur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 28. janúar síðastliðinn að falla frá forkaupsrétti sveitarfélagsins samkvæmt 3. málsl. 12. greinar laga stjórn fiskveiða nr. 116 frá árinu 2006 vegna sölu á trillunni Rún AK 125. Núverandi lagaumhverfi tryggir sveitarfélögum einungis forkaupsrétt af fiskiskipum en ekki af þeim aflaheimildum sem kunna fylgja viðkomandi fiskiskipi. Bæjarráð vísa málinu til bæjarstjórnar Akraness til staðfestingar. Orðið laust þetta mál. Það enginn sem biður orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja tillögu bæjarráðs að falla frá forkaupsrétti vegna þessarar sölu að gera svoleiðis gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 5. mál á dagskrá málsnúmer 20.12.274. Þetta gjaldskrár á árinu 2021. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 28. janúar síðastliðinn tillögu skóla- og frístundaráðs breytingar á gjaldskrá íþróttamannvirkja sem fela meðal annars í sig hvata til aukinnar notkunar á íþróttamannvirkjunum og heilsueflingar. Gjaldskránni vísað til endanlegrar ákvörðunartöku í bæjarstjórn. Orðið laust þessar gjaldskrár. Það enginn sem biður orðið. Þá bið ég þá sem samþykkja þessa breytingu á gjaldskrá íþróttamannvirkja vegna ársins 2021 og breytingin tæki þegar gildi að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 7. mál á dagskrá málsnúmerið 19.12.036 málefni Sorpurinnar Vesturlands. En hér að ræða aðgerðaráætlun fyrir Vesturland fyrir sameiginlega svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Niðurstöður og tillögur starfshóps Sorpurinnar Vesturlands til eigenda. Og sú tillaga liggur sem sagt fyrir fundinum að fela stjórn Sorpurinnar Vesturlands að vinna langtímastefnu fyrir sorpmál á Vesturlandi með sameiginlegri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Og orðið laust þetta mál. Og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Svo sem margt sem kemur upp í hugamanns þegar maður les þessar skýrslu og svona velti fyrir mér svona hver eru næstu skref með þessa skýrslu hjá okkur sem sveitarfélag. Þó að það komi þarna fram að það eigi að fela stjórn Sorpurinnar Vesturlands að vinna langtímastefnu og margt gott sem kemur fram í þessari skýrslu og svona meira kannski svona stöðu yfirlit heldur en kannski eitthvað svona sem að eitthvað svona kjöt og bein til framtíðar, en það væntanlega þá verkefni. En maður hugsar líka bara stærri skref og hugsar kannski til í rauninni græna hagkerfisins
sem að er inn á borði Evrópusambandsins og tilheyrir þá okkur sem erum þá aðilar að þeim gegnum EES-samninginn. Og þar eru mjög ítarleg markmið og sem að veita ráðherra þessa málaflokks hefur reynt að horfa til. Að stakk mann kannski svolítið þegar maður las þessa skýrslu að þurfum við ekki að hugsa stærra. Þú veist, við erum Vesturlandi, við erum bara brot af landinu og það er svo sem við erum að vísa í því að reyna að tala og víkka þetta út. Og ég held að við þurfum bara að vinna meira með málaflokkin inn á borði ráðherra og ríkisstjórnarinnar af því þetta er bara stór mál, hvernig við ætlum að hátta úrgangsmálum og flokkun og eyðingu sorps. Og hvet ég bara í rauninni bæjarstjóra og þá sem að kannski koma að þessu máli að reyna að huga að því að skoða þetta í stærri mynd og þá kannski líka að hvað segir að frumvarpi ráðherras í þessu máli sem að fer væntanlega að líta dagsins ljós og hefur aðeins komið inn á borð sambandsins. Þannig að bara hvet ég ykkur til að kynna ykkur það líka. En í framhaldi af þessu þá langar mér nú líka bara að forvitnast og spyr bara formann skipulags- og umhverfisráðs af því að í janúar 2020 var stofnaður starfshópur sorpmál þar sem að við ætlum að líta okkur nær hvernig við ætlum að gera þetta og leita ráða og leita samstarfs og annarra möguleika. Mér líkur bara forvitni að vita hversu margir fundir hafa verið haldnir á þessu rúma ári, hvenær var síðasti fundur haldinn og hvar eru fundagerð þessa starfshóps. Ég átta mig á því að það hafa orðið kannski einhverjar breytingar á skrifstofu varðandi hver á að halda utan málið en það ætti ekki að koma niður á í rauninni hver ber ábyrgð á málinu, það er náttúrulega, það eru við, það eru þau sem eru skipað í þennan starfshóp og þá fyrst og fremst formaður starfshópsins. Og það sem ég tekist vita að það sé langt síðan að síðasta fundur var haldinn og af hverju hafa ekki verið haldnir fleiri fundir síðan þá og hvenær verður fyrirhugað næsta fund. Og vona svo sannarlega að þetta mál sé ekki að sofna í kerfinu og við sýnum bara ábyrgð og tökum fastar á þessu heldur en við höfum gert. Þannig að fá kannski bara svör við þessu svona í framhjálphlaupi í þessu máli. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom með spurningar varðandi starfshópinn. Það er rétt að það er langt síðan starfshópurinn fundaði síðast. Það er búið að boða fund á fimmtudaginn næstu viku. Alveg eins og bæjarfulltrúin kom inn á, það hafa náttúrulega orðið töluverðar breytingar hérna á sviðinu. Sá starfsmaður sem hélt utan starfið hefur verið í veikindaleyfi og starfsmaður sem átti að koma inn í hópinn fór svo til annarra starfa. Þannig að í raun og veru eins og staðan í dag að þá er einn verkefnastjóri á sviðinu og það ætti öllum að vera ljóst að við erum töluvert undir mönnu hérna eins og en það fer að mig samt ekki á ábyrgð og ég tek fulla ábyrgð á þessu en ég segi næsti fundur er í næstu viku og þá verður lögð fyrir beinagrind af því sem við erum búin að vera að gera. Þannig að það ætti ekki í raun og vera langt í skýrsluna. Við erum búin að vera í vettvangsferðir í eins og Gæju. Það var fyrirhuguð vettvangsferð í Sorpu í Gufunesi en hún náttúrulega frestaðist alltaf vegna COVID. Sorpa bara lokaði og opnaði og lokaði þannig að þeir tók ekki á móti gestum. Við fórum í Fíflholt og skoðum það líka og það liggur alveg fyrir ýmislegt gott úr þessari vinnu og við segjum það ætti ekki að vera langt í þessu skýrslu. Hvað varðar athugasemdir bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir við
þessa skýrslu frá sorpurðinni, þá var ég algjörlega sammála. Við þurfum einmitt að hugsa stórt. Við Vesturland pingulítið og Ísland raun og veru pingulítið, en við eigum að vinna saman þessi sorpsamlög. Sorpsamlög Vesturlands býr mjög vel að því að vera með fíflholt innan sinna vébanda. Ég held sé öllum ljóst að nýr urðunarstaður verður ekki opnaður í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á næstu, eða verður bara ekki opnaður. Hins vegar eiga eftir að verða miklar breytingar þar. Okkur stendur til boða að fara inn í Gæju. Bæði hefur okkur sem bæjarfélaginu verið boðið og eins líka sorpsamlaginu, og það náttúrulega eitthvað sem við eigum að nýta okkur, finnst mér. Hvað varðar til dæmis útflutning af sorpi, eins og til dæmis Suðurlandið stendur frammi fyrir og væntanlega að fara í gangi á sorpu líka, þá það eitthvað sem hugnast mér ekki. Mér finnst galið í raun og veru að við séum að flytja sorpið út til brennslu. Það líka bara að koma upp vandamál. Æ fleiri þjóðir að loka fyrir sorp frá öðrum löndum. Þannig að ég held að framtíðin sé alltaf að það verði komið á fót sorpbrennslu hér í Íslandi, en þá náttúrulega hangir á því að það verði sett upp ein stór sorpbrennsla fyrir landið. Allar hugmyndir sorpbrennslu fyrir Vesturland eða eitthvað annað held ég gangi aldrei upp, því þetta bara framkvæmt að þeirri stærðargráðu að þetta þarf að vera lágmark allt landið. Við eigum að setja okkur að markmið að við séum bara sjálfbær. Við eigum að setja okkur að markmið að við reynum að flokka hér og endurvinna eins mikið og hægt í landinu, annað fer þá erlendis. Sorp sem í dag fer til urðunar og ekki endurnýtanlegt eða endurvinnanlegt, það eigum við að brenna hér. Lífrænan úrgang eigum við að nýta okkur eins og Gæju og sambærilega stöðvar. Þannig að ég tek heils undir það að við eigum að hugsa stórt, við eigum að hugsa Ísland sem eitt í þessu og eigum að vinna saman að þessum auðlindi sem við eigum. Hér eigum við fíflholt, sorpaði með Gæju. Það kalkaðir sorpbrennslustöð sem við vísu ekki nægilega stór. Þegar flugið var hvað mest þá var kalka sprungin. Þannig annarkvort að stækka hana eða byggja þá aðra sorpbrennslustöð hérna nær. Kjötbeinsverksmiðjan á Selfossi hefur verið að taka dýrahræ og annað. Við eigum að nýta þetta sem í hverju landsfjórðungi og vinna saman. Það held ég öllum til hagsbóta og þeir uppi staðið hagstæðast fyrir alla. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Einar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að koma með hérna smá athugasemd. Forseti kom inn á það í sínum inngangi að það hefði verið þægilegt í fundagögnunum að það hefði komið fram í rauninni hvað þessi tillaga sem liggur þá fyrir að afgreiða að umræðu lokinni að vísa þessu til sorpurðunar áframhaldandi vinnslu. Þannig að ég var í hálfgerðu svona lausu lofti með það til hvort þetta væri bara umræðu þetta eða hvort við ætlum að fara að álykta eitthvað þetta. Þannig að það hefur verið ágætt að hafa það inn á dagskránni en nú vitum við allavega hvernig við munum enda þetta, en ég ætla að taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem hafa talað undan mér að skýrslan í sjálfu sér alveg ágætis lesning. Hún svona fer yfir stöðuna hjá sveitarfélögunum á Vesturlandi og skýrir út hvernig við erum að vinna og svo þarna einhverja hugmyndir í restina. Mér skilst að það hafi verið líka eigendafundur þar sem að þessi skýrsla var rædd og ákveðnar ákvarðanir eða samþykktir teknar þar. Mér hefur þótt svona hálfbagalegt að okkur hefur ekki lánast að vera komnir lengra með starfshópinn okkar. Við hefðum í rauninni þurft að
vera konni með það innlegg sem að við viljum setja inn í þessa umræðu á þessum tímapunkti því að ef ég skil ferðin á þessu máli að þá munum við mjög líklega vera annarkvort á eftir eða á svipuðum tíma skila af okkur sem svona hefði verið æskilegt að við hefum verið á undan þannig að við hefum getað næst okkar fólk með okkar vilja inn í þá vinnu sem er framundan í þessu. Ég tek alveg undir og hef verið þeirra skoðunar lengi að þetta í rauninni ekki mál einstakra sveitarfélaga og jafnvel ekki einstakra landshluta. Heldur þetta málefni sem við þurfum að leysa sem ein þjóð því að við erum í rauninni ekki það mörg að við getum reist margar brennslur fyrir sorp. Samkvæmt því sem ég skynja þá svona í rauninni ein brennsla fyrir allt landi sem gæti hugsanlega verið rekstrarhæf. Þannig að ég er sammála því sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á að þetta málefni sem þarf að leysa í samráði þá við ráðuneytin og þá ráðherra þessa málaflokks og þá ríkisstjórnarinnar sem situr hverju sinni. En ég ætla í sjálfu sér ekki að hafa þetta mikið lengra. Eins og ég segi, ég hefði viljað að við hefum verið komin aðeins lengur með vinnuhópinn, það hefur ákveðnar skýringar en við getum ekki sem sagt vísa því frá okkur við kjörni fulltrúar og kannski ekki afsaka okkur með í rauninni stöðu á einhverju sviði. Við eigum hefðum átt að halda áfram aðeins hraðar heldur en við höfum gert en ég vona að við förum að funda þá fljótlega þetta og reynum að ljúka þeirri vinnu þannig að við séum ekki að koma með einhverjar tillögur eftir að Sorpurður Vesturlands komið með sína tillögur því það svona hálfbagalegt. Þá erum við að sömu leyti bundin því líka. En ég þakka fyrir. Forseti. Takk fyrir, já, við erum í smá vesenni með fundinn, það einn bæjarfulltrúi dottinn út af fundinum, þannig að forseti gerir það tillögu sinni að við gerum örstutt hlé þangað til að fundurinn er fullskipaður aftur. Það ekki rétt að hafa það þannig. Það verið að reyna að vinna í málinu. Það einhverjar einhver tækni vandamál.
Þá sýnist mér fundurinn vera fullskipaður á nýju. Við getum haldið áfram. Snúum okkur aftur á dagskrá. Og við vorum, áður en að við gerum þetta hlé, vorum við stödd í 7. fundarlið málefni sorpurna Vesturlands og næst á mælendaskrá þar, ef ég man rétt, var bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég þakka formanni starfshópsins sorpmál fyrir þau svör sem hann gaf. Hann svaraði ekki spurningu minni hvenær var síðasti fundur og hversu margir fundir hafa verið haldnir í þessum starfshópi. Hefði vilja fá svör við því þar sem að fundargerðirnar liggja ekki fyrir og ekki bólar þeim með heyrist á formanni, en það kemur alveg skýrt fram í reglugerðum okkar stofnun starfshópa að það eigi að halda utan fundargerðir og þær skulu undirritar og samþykktar af meðlimum starfshóps eigi síðar en í næsta fundi þar og eftir. Þannig ég ítreka það að það þá ekki verið að fara eftir þeim vinnubrögðum sem við erum þó sjálf búin að setja okkur og óska bara eftir því að það verður þá tekið upp bætt verklag þegar þessi starfshópur tekur til starfa. En hefði viljað fá svör við þessu með fundargerðirnar og hversu margir fundir hafa verið haldnir og hvenær síðasti fundur var haldinn. Annað varðandi voru svolítið skemmtilegar umræðurnar sorpbrennslumálin. Ég var á fundi EFTA-ríkjanna og þetta er stór hitamál þar á fundi og þar var ein hugmynd rædd sem var mjög skemmtileg og áhugaverð að hafa siglandi sorpbrennsluskip sem að myndi knýja sig á sinni eigin orku og sigla á milli staða og sækja sorp. Þannig að ég ætla bara að sá þessu fræði hjá okkur að því að þetta er skemmtileg hugmynd en hún er kannski óframkvæmanleg. Það kann svo að vera en þetta er allavega sem að Norðmenn hafa líka aðeins verið að spá í. Þeir eru svolítið á sama staða við að margir lítil sveitafélög og kommunur landið allt og kannski langt að fara að farga þessu sorpi. En já, ég held ég láti þessu lokið og ef ég fæ kannski þá svör við þessum spurningum mínum. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og ég ætla aðeins að bregðast við að bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom með ábendingu varðandi uppsetningun á þessu máli í fundarboði og það er bara hárrétt ábending hjá bæjarfulltrúanum að það var ekki ljóst í fundarboði með hvaða hætti stæði til að bæjarstjórn afgreiddi þetta mál. Það er bara hárrétt ábending og ég bara þakka bæjarfulltrúanum fyrir hana. Þannig að við höldum áfram umræðu og orðið er laust þetta mál ef að fleiri vilja kveða sér hljóðs. Það er enginn sem óskar eftir að fá orðið, en bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið í þriðja sinn. Gjörðu svo vel, Rakel. Takk fyrir, herra forseti og kæru bæjarfulltrúar aðrir sem okkur hlýða. Mér skilst að ég fái hér engin svör hvenær síðasti fundur var haldinn og hversu margir fundir hafa verið haldnir. Ég ætla bara að lýsa megni óánægju yfir því að ég fá ekki þau svör. Ég er búin að spyrja þessu áður og það er nú töluvert síðan og fæ þá bara óskun það að fá þessi gögn send í tölvupósti ef að formaður getur ekki séð sér fært að svara mig hér á þessum fundi.
Þannig að ég skil þess ósk eftir hér. Takk. Takk fyrir. Og það eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessu máli. Og enginn sem gefur merki og biður orðið. En ósk bæjarfulltrúans bara hér með komin fram og hlýtur að vera brugðust við henni. Jú, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo Ragnar. Takk fyrir forseti og bæjarfulltrúi Ari sem á Hlíða. Eins og ég kom inn á áðan þá er annar starfsmaður starfshússins fór í veikindaleyfi. Sá starfsmaður hélt utan fundargerðir. Leið og við fáum þær í hendur þá fá allir bæjarfulltrúar aðgang að þeim. Eins og ég sagði áðan þá fyrirhugaður fundur á 5. næstu viku og við erum að vinna í því að þessar fundargerðir liggi fyrir þá og þá fá bara allir bæjarfulltrúar afrita þeim. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki og þá liggur fyrir bæjarstjórn sú tillaga að bæjarstjórn feli stjórn Sorpurnar Vesturlands að vinna langtímastefnu fyrir sorpmál á Vesturlandi með sameiginlegri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Þeir sem samþykkja þessa tillögur gjörðu svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í 7. fundalið. Hann hefur málsnúmerið 20.02.228, samgöngumál Sundabraut og forseti leggur hér fram tillögu að bókun bæjarstjórnar sem að hljóða svo. Augnablik. Já, hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akraness fagnar nýrri skýrslu lagningu Sundabrautar þar sem skýrðir eru helstu valkostir varðandi legu hennar og þverun Kleppsvíkur. Skýrslan vel unnin og greinargóð og ljóst að hún góður grunnur fyrir ákvörðunartöku að hefja undirbúninga lagningu Sundabrautar nú þegar. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar brú yfir Kleppsvík talin mjög vænlegur valkostur. Bæði hvað varðar kostnað og einnig myndi hún nýtast betur fyrir almenningssamgöngur, hjólandi og gangandi umferð. Það von okkar að þessi lausn höggvi á þann hnút sem verið hefur varðandi val á samgöngumannvirki til þverunar Kleppsvíkur. Hins vegar afar mikilvægt að fara á sama tíma í allt verkefnið, þannig að framkvæmdir við þverun Kollafjarðar og vegalagningu á Álfsnesi, Gufunesi og Geldinganesi verði ekki látnar bíða eftir því að þverun Kleppsvíkur verði lokið. Jafnvel mætti hugsa sér til að flýta framkvæmdum eins og kostur að hefja lagningu Sundabrautar að norðanverðu. Það velkist enginn í vafa mikilvægi Sundabrautar og ljóst að hún verður ekki aðeins mikilvæg samgöngubót fyrir íbúa höfuðborgarinnar, hún verður ekki síður stór samgöngubót fyrir Vestlendinga, Vestfirðinga, Norðlendinga og jafnvel Austfirðinga. Sundabraut styttir vegalengdir, eykur umferðaröryggi, bætir almenningssamgöngur og tryggir greiðari umferð. Það felur síðan í sér sterkari og heildstæðari vinnumarkað á suðvesturhorni landsins sem og að bæta aðgengi Vesturlands og annar landshluta að Reykjavík og styrkja þar með hlutverk hennar sem miðstöð viðskipta og stjórnsýslu. Bæjarstjórn Akraness hvetur því samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Reykjavíkurborg að hefja nú þegar undirbúningsvinnu að lagningu Sundabrautar þannig að verkefninu verði lokið eigi síðar en árið 2030. Þessi tillaga að bókun hér lögð fram og orðið laust. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Takk fyrir, ég að takk fyrir við. Ég að reyna að hækka í mér, heyriði alveg í mér. Ok, þá ætla ég ekki að vera að hækka neitt í mér. Heyrðu, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Ég vil bara byrja því að fagna því að þessi skýrsla
og undirbúningur á lagningu Sundabrautar sé kominn á þennan stað og sé raunverulega að komast á dagskrá. Og ég get alveg tek alveg undir það sem fram kemur þessara bókun, auðvitað tek ég undir það að þetta sé góður grunnur fyrir þessa ákvarðanatöku að undirbúa lagningu Sundabrautar. Sundabraut verður mikilvæg samgöngubót fyrir okkur öll. Hún gegnir sem mjög oft gleymast í umræðinni svona, kannski segjum bara Alþingi og kannski í fjölmiðlum stundum, en maður getur leyft sér að segja það að Sundabrautin gegnir gríðarlega mikilvægu öryggismáli fyrir höfuðborgarsvæðið og oft hefur mér fundist vanta stuðning þeirra kjörnu fulltrúa búa höfuðborgarsvæðismegin í þessu baráttumáli sem við vestlendingar og sveitarfélög á Vesturlandi höfum tekið okkur saman að standa vörðum þessa mikilvægu samgöngubót. Þetta mikið öryggismál fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins ef upp kæmi sú staða á höfuðborgarsvæðinu að rýma þyrfti borgina. En það ekki hægt eða myndi ganga fremur hægt við þær aðstæður og þær útgönguleiðir sem út á borgin í dag. Það rétt líka sem fram kemur í þessari yfirlýsingu eða bókun að þetta verður mikil samgöngubót fyrir okkur, meðal annars okkur vestlendinga, mun stytta gríðarlega vegalengdir og sérstaklega þá vegalengd sem mjög hæg farin. Svona tekur okkur lengri, þá kílómetrarnir sé kannski ekkert brjálæðislega margir, þá þetta mjög seinfarin kafli sem við munum losna við. Þetta vil styrkja atvinnusvæðið okkar, við vitum það og þekkjum mjög marga og höfum séð greiningar á því hversu stór fjöldi okkar íbúa sækir vinnu eða skóla til höfuðborgarsvæðisins eða til Reykjavíkur og þannig að það er bara mjög mikilvægt að undirbúningur að lagningu Sundabrautar hefji sem allra fyrst og það verður bara dálítið brettar upp ermar í því að láta verkin tala í þessu mikilvæga máli og mín persónulega skoðun bara dálítið svo að ég vil sjá þetta verða tilbúið töluvert fyrir 2030. Þannig að þetta það brýnt mál fyrir okkur en fagna því að málið sé komið af stað og ég vona að samgöngu- og sveitarstjórnaryfirvöld og þeir sem að málinu koma taki höndum saman að því að við sjáum hana verða að veruleika innan færri ára heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Og þá mikilvægt að samtakamátturinn og samvinnan séu höfð að grunni. Þannig ég bara að segja þetta en tek heils hugar undir það bókun sem að hér liggur fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan fundarlið og það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk herra forseti. Ég finn aldrei þessa krumlu hérna á skjáni hana sem ég á að nota til að biðja orðið en við græðum það enga síður. Ég ætla að taka undir með þessi hér að tala varandi Sundabrautina, gríðarlega mikilvægt mannvirki fyrir okkur og mun í raun kannski styrkja okkur meira heldur en við höfum áður talið. Við nefna bara dæmi eins og til dæmis með sjúkrahúsið okkar að við höfum verið að berjast fyrir því í langan tíma að það verði skilgreint sem varasjúkrahús fyrir höfuðborgarsvæðið og þá ekki að nafni til eins og sjúkrahúsið á Akureyri, heldur raunverulegt varasjúkrahús. Þannig ef eitthvað vá kemur upp á höfuðborgarsvæðinu það sé hægt að nýta sjúkrahúsið hér á Akranesi. Einnig vil ég nefna til dæmis varandi þá bara opinbera þjónustu. Við hljótum að verða valkostur eins og höfuðborgarsvæðið hreinlega fyrir opinbera þjónustu. Og auðvitað það líka það að atvinnusvæðið okkar nær raun alveg frá kannski Borgarbyggð og suður á Reykjanes og þetta mun auðvitað styrkja það svæði.
og ég held að við séum í ágætis álnum með að tala fyrir þessu máli. Við höfum fylgt þessu máli eftir í rauninni allt þetta kjörtímabil, byrjuðum sterkt með því að ávarpa ný viðtekin meirihluta í höfuðborginni að brýna þetta í dáða varðandi Sundabrautina. Og ég held að við eigum að halda því áfram og líka samgönguráðherra þangað til að þetta verkefni endanlega í höfn. Það auðvitað ekki komið alveg á þann stað ennþá en þetta allavega ástæða til þess að búa til bjartsýni og frekari vonum að þessu verði. Takk fyrir. Fulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið laust aftur ef ykkur vill grípa það. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem hafa talað hérna undan mér í þessum lið líka eins og áðan að ég fagna því að það sé komin enn ein skýrslan Sundabraut og hérna en ég í rauninni deili ekki þeirri bjartsýni sem að mér finnst vera mikil hjá bæði okkur og öðrum aðilum að ég hérna hef fylgst með þessu og tekið þátt svona aðeins í umræðu Sundabraut. Ég frá því að ég kom inn í pólitík fyrir mörgum árum og þetta var búið að vera í umræðinni í mörg ár þar á undan. Ég held að það þurfi mikið að breytast hjá meirihlutanum í Reykjavík ef að það á að fara á stað með þessa framkvæmd því að síðustu ár í rauninni þá hefur meirihlutin í Reykjavík í rauninni unnið gegn Sundabraut og eins og ég heyri fulltrúa meirihlutans í Reykjavík tala á opinberum vettvangi að þá hefur það ekki aukið þá bjartsýni hjá mér að ég fái að upplifa það að keyra Sundabraut en það getur verið einhverju sem koma á eftir mig fái tækifæri til þess. En mér finnst sko og hef aldrei skilið af hverju þessi tregi hefur verið því að eins og var komið hér inn á áðan að Elsa Lára Arnardóttir bæjarfulltrúi nefndi að þetta hlýtur að vera stórt öryggisatriði fyrir borgarbúa að það sé greið leið út úr borginni og ég skynja ekki öðruvísi heldur en að meirihlutin vinni að því að hérna flestir borgarbúar fari þá á hérna reiðhjólin sín og hjóli út úr bænum þegar vá bera höndum því að ég held að sé engin leið fyrir borgarbúa að keyra á bílum því það myndast bara teppur en það kannski vilji meirihlutans í Reykjavík að borgarbúa hjóli bara í burtu en innst inni ég svolítið bjartsýnn en ég ekki bjartsýnn á þetta en ég fagna að þetta allavega komið ein skýrslan enn frá einum starfshópnum en við skulum sjá hvað það hefur í för með sér. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel, Kristinn. Takk fyrir, forseti.
ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að fagna því að það komin einhver svona, hvað maður segja, mælanlegur áhugi á málinu hjá þeim sem að ráða för. Við erum búin að bíða lengi eftir því að sjá sko einhver skref tekin áfram og þannig að þessi skýrsla er bara fyrirtaks skref fram á við. Ég vona bara eins og mér heyra í máli í bæjarfulltrúa Einars Brandssonar, ég vona líka að áhuginn sé raunverulegur og málið fái framgang áfram, hvaða leið síðan verður valin og ég vona bara að svo ákvörðun verði tekin fljótt og við náum sem sagt því okkar óskum Sundabraut fyrir 2030 nái að standa. Mér finnst umræðurnar núna líka hafa verið mjög góðar og sammála flestum sem við sagt varðandi og öllu sem við sagt varðandi hvað áhrif Sundabraut hefur á okkur hér á Vesturlandi. Þetta færir okkur þeim nær höfuðborgarsvæðinu og gerir okkur að betri valkosti í búsetu og líka í því að fá atvinnu hingað upp eftir. Þannig að ég held að þetta sé mikið framfæraskref sem verður tekið þegar að þið verður. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að taka undir það. Þetta eru vissulega ákveðin tímamót en kannski ekki tímabært að blása í lúðra en það samt okkar hlutverk að gera það og ég fagna þessari bókun sem er komin fram. Það mætti líka í þessu samhengi tala í rauninni þau tækifæri sem þetta færir okkur varðandi Grundartangahöfnina, Grundartangasvæði, þróunarfélag Grundartanga og svo víðari. Formaður bæjarráðs fór svo sem yfir uppbyggingu varðandi atvinnu og stækka atvinnusvæði og ég tek heils hugar undir það. Tækifæri fyrir okkur þar svo sannarlega. Uppbyggingu í Flóahverfi og fleiri stöðum þó að það sé 2021 núna, þá verður komið 2030 eftir örfá ár sko. Tíminn svo fljótur að líða og við löngu farin úr þessum stól. Ég langar aðeins líka bara, mér finnst allt í lagi að hrósa ráðherra samgöngumála í þessu máli þó að hann hafi gleymt sér tíma að minnast á Sundahöfn Sundabrú eða Sundabraut, hvað þetta kallað í dag, þá hefur hann alveg tekið okkar áskorunum vel, en það líka verkefni hans framundan að halda vel á spöðunum. Og ég held að sé svolítið líka þeirra hlutverk sem eru í þinginu að samtengja þetta verkefni sáttmála samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Því þetta hluti af því. Það Reykjavíkurborg getur ekkert skilið sig á bak við það að fara ekki í skipulagsbreytingar sem snúa að þessu. Og þá hlýtur bara þrýstingurinn frá hinum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu að koma með af því að Reykjavíkurborg stendur ekki ein af þeim sáttmála sem í gangi. Og það ekki hægt að segja A og svo ekki B, þannig að þrýstingurinn ættir líka að vera frá fleirum en okkur varðandi þetta, því þetta snertir þennan sáttmála sem öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gerðu með sér. Þannig að ég vildi koma þessu að, en annars fagna ég bara þessu og vona svo sannarlega að SSV taki þetta líka upp með sér og komi með einhverja bókun sem hangir þá kannski á spýtunni með samgönguáætlun og við myndum svo sannarlega taka það bara undir hana þegar hún myndi koma inn á fundi okkar bæjarstjórnar. Takk.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara rétt að koma stutt inn aftur vegna þess að ég gleymdi náttúrulega að minnast á það að áðan í fyrir ræðu að varðandi fyrir að gjaldtöku, við þurfum náttúrulega sem bæjarfulltrúar og á Akranesi að gæta þess að gjaldtaka fyrir að Sundabraut verði sanngjörn og að við endum ekki þannig að við verðum eini leggurinn í 8 höfuðborgarsvæðinu sem verður rukkaður aðgangur af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að allra sanngirni sé gætt varðandi kostnað við að komast til höfuðborgarsvæðinu. Það hefur vissilega áhrif á það hvar fyrirtæki og fjölskyldur ákveða hvar það ætla að búa og koma sér fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust aftur. Það enginn sem að óskar eftir að bæta sér á mælendaskrá. Þannig að þá bara förum við með þessa ályktun sem að ég las við upphaf umræðu í atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja þessa ályktun bæjarstjórnar eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og þessi ályktun bæjarstjórnar samþykkt einróma. Og við förum þá í 8. fundarlið, hann hefur málsnúmerið 2101-002, þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021 og lögð fram, áður en við gerum það, þá skal það tekið fram að bæjarstjóra þá falið að koma þessari ályktun bæjarstjórnar á framfæri við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Reykjavíkurborg og aðra sem að hún á erindi við. Þannig að samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til dæmis. Þá förum við í 8. fundarlið. Förum í fundargerð bæjarráðs og hér lögð fram fundargerð númer 3448 frá fundi sem framfór þann 28. janúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Jú, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það ein fundargerð bæjarráðs frá 28. janúar. Mér langaði aðeins undir þessum fundarlið, ég reyna að finna þetta að nefna 14. fundarliðin á þessari fundargerð. Suðurgöta 108, verðmat, framkvæmdir og sala. Ég var ekki samkvæmt sjálfum mér, ég myndi ekki koma hér og ræða það mál. Þannig að ég vil byrja á því að óska meirihlutanum og formanni skipulags- og umhverfisráðs til hamingju með söluna. Og áhugavert að hér virðist allt vera að fara á yfir verði í dag en ekki þetta hús og maður kannski spyr sig hvað veldur, en ég held að flestir vita það. Nú hafa allar þessar lóðir sem við úthlutuðum auglustum lausar til úthlutunar í nágrenni þessa hús farið og það vel og ánægjulegt að sé eftirspurn eftir þeim húsum, en maður hefur fengið alls konar ábendingar og svona smá hvísl í eyrað varðandi óánægju þess að þetta hús hafi ekki verið selt til niðurrifs. Þannig að ég vil nú bara koma þeim hér ábendingum sem að maður heyrir orðið af götunni
út í þetta kosmos. En það verður bara áhugavert að fylgjast með hvernig þetta gengur, uppbyggingun á þessu húsi, samhliða uppbyggingun á nýjum húsum og velta fyrir sér og sjá hvernig götumyndin verður. Ég ætla ekki að segja það hér að hún verði allslæm, það getur bara vel verið að þetta komi skemmtilega á óvart og það getur bara tíminn leitt í ljós. En það segir einmitt í bókun meirihlutans að leggja áherslu á að farið verði vel yfir þær kvaðir sem fylgja sölunni til þess að tryggja sameiginlegan skilning samningsaðila á efni þeirra. Ég vona að það hefði nú bara tryggt fyrir undirritun þessa samnings og það sé nú ekki eitthvað sem að gefi fordæmi fyrir einhver slíkum vinnubröðum. En ég bíð líka spennt eftir að sjá hvort að það komi þá inn á borð skipulags- og umhverfisráðs þá tillögur að breytingu að deiliskipulagi. En það mun bara tíminn einn leiði ljós eins og hinar vangaveltur mínar Suðurgötu 108. En annars til hamingju. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð bæjarráðs og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Forseti bæjarfulltrúar Aris Má Hlíða. Ég ætla aðeins að koma inn á þessa fundargerð númer 3448. Ég vil fyrst byrja að fagna þessum lóðútlutunum við Suðurgötu, virkilega ánægjulegt að sjá viðbrögðin og það verður gaman að sjá uppbyggingu hefjast loksins. Mér langar líka aðeins að koma inn á mál númer 9 og 10 sem lóðútlutun í Lækjaflóa. Það er jafnframt líka mjög gaman að sjá viðbrögðin sem Flóahverfið að fá. Eftir þessa útlutun þá er búið útluta 7 af 19 lóðum og ég get líka sagt að ég finn fyrir miklum áhuga. Við höfum tekið mjög spennandi samtöl bæði í skipulags- og umhverfisráði og líka bara svona maður og mann út í bæ. Það er mikill áhugi og menn eru mikið að spá og spekulera. Þannig að ég hef fulla trú á því að innan skamms verði komin töluvert mikið á stað og jafnvel að við þurfum að fara að huga að frekari gatnagerð. Það er allavega margt í gangi. Að lokum vil ég náttúrulega bara samfagna með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir að mál númer 14, Suðurgöta 108. Það er ánægjulegt að sjá að það komi bara mjög gott tilboð. Ég er full af trú á því að þetta gangi eftir og verði bara öllum til sóma. Eins og segir í bókunum náttúrulega þá verður farið yfir þessa kvaðir og þeim verður fylgt vel eftir. Þannig ég er full af trú á því að þetta hús eigi eftir að vera, eins og ég margoft hafa sagt, öllum til sóma og ég held að við þurfum ekkert að eyða meiri tíma í þetta. Ég held að séu ekkert svo svakalega mörg mál sem hafa fengið frekari umfjöllun, það byggja allavega ekkert hús í bænum. Takk fyrir, ekki fleiri af mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og lokið máli sínu. Og það voru ekki fleiri komnir á mælendaskrá varðandi fundargerð bæjarráðs. Þannig að orðið er laust að nýju, ef ykkur vill grípa það. Það er enginn sem biður orðið og telst á fundargerð bæjarráðs númer 3448 hér með framlögð. 9. fundarliður, málsnúmer 2101-004. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð 150. og 3. fundar sem fram fór þann 2. febrúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs og Bára Daðadóttir fær orðið. Bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Bára. Takk fyrir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Það er tvennt sem ég langar að taka upp úr þessari fundargerð. Ég byrja kannski bara á lið 4, innritun í leikskóla haustið 2021. Í mars fer fram innritun barna í leikskólanum á Akranesi og
að þessu sinni það svo að börn sem fædd í janúar til og með, þar út maí fá 2020 fá tilboð leikskóladvöl frá haustinu 2021 sem mjög bara ánægjulegt og það hafi verið. Svo hoppa ég hérna í lið 1, en á fundinu fengum við kynningu á nýja leikskólanum sem mun rísa í Skógahverfi, bara stórglæsilegur leikskóli. Vel verið vandað að verkum þar í allri hönnun. Og svo hérna bara var fyrsta skóflustungan núna hérna á föstudaginn síðasta 5. febrúar þar sem að hópur leikskólabarna, leikskólanum Garðaseli kom og hjálpaði okkur að taka fyrstu skóflustunguna sem var bara ofsalega skemmtilegt og gaman. Þannig að mér langar í rauninu bara að lýsa ánægju minni yfir að allt sé að gerast þarna. Takk. Takk fyrir. Fulltrúi Bára Dagadóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Ef fleiri vilja grípa það. Það er enginn sem biður orðið og þar með telst þessi fundargerð skóla- og frístundaráðs númer 153 framlögð. 10. fundarliður hefur málsnúmeri 210105, fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð frá fundi númer 185 sem framfór þann 25. janúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo Ragnar. Forseti bæjarfulltrúi Ari Smárhlíða, takk fyrir þetta. Mér langar að koma inn á 2 mál, annars vegar mál númer 1, fjölliðan úttekt á húsnæði. Það var fengið til verksins verkfræðistofan Verkís til þess að taka út húsnæðið og taka raun og gera þau próf sem þurfti að gera til að kveða út áhyggjur sem voru uppi myglu, annað slíkt. Það var bara mjög gott að fá það til verksins og hreinsa þetta á borðinu. Skýrslan var, ég held að það sé alltaf saman, þetta var virkilega vöndu vinnubrögð hjá þeim og skýrslan góð. Það sem kemur kannski í ljós í skýrslunni að það eru nokkrir staðir sem eru mengaðir en sem betur fyrir þeir ekki margir og samkvæmt skýrsluhöfundum engin merki sé hægt að fjarlægja myglun úr húsinu og í raun og veru segja skýrsluhöfundar að húsið sé ótrúlega gott miðað við að greinilega hafi skort upp á viðhald og annað lengi. Þannig að þeir eru bjartsýnir og fullyrða að þetta sé bara nokkuð gott hús. Þannig að næstu skref eru þá bara að vinna útboðsgögn að því að hreinsa út úr húsinu og hefja uppbyggingu og sú vinna er í gangi. Bara virkilega ánægjulegt að þessi niðurstaða sé komin og þá er ekkert því til fyrirstöðu að setja málið bara fullt og hefja uppbyggingu á þessum reit. Þetta mál er búið að velkjast lengi hjá okkur og ég held að sé komin tíma á að við setjum svolítið kraft í þetta. En fyrst og fremst bara gott að það var að fara í þessa vinnu. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram beiðni bókunum það að þessi vinna færi fram. Höfðu miklar áhyggjur og höfðu raun og veru upp svolítið stóru orð en það er bara gott að það sé komið á hreint hvert ástand húsins er og það liggur fyrir að þessu verður fylgt eftir meðan endurbætur á gamla húsinu fara fram. Það verða tekið fleiri sýni og meðan verkinu stendur til að tryggja það að húsnæðið sé algjörlega hreint. Bæði meðan niður yfir í gangi og eins meðan uppbyggingin er að það sé engin hætta á því að það sé eitthvað misbrestur á þessari framkvæmd. Þessi enn og aftur bara ánægjulegt. Svo langar mér að koma inn á mál númer 9 sem er söluveður lóða. Ég vil bara skora á alla sem ekki hafa farið inn á 300akraness.is að kíkja þar inn og skoða hana við. Þetta er virkilega vel unnið og þeir starfsmenn bæjarins sem koma aðeins eiga hrós skilið. Þegar fleiri hverfi kom inn eins og Skógahverfið og Seyðisfjörður og fleiri þá eiga þeir eftir að bætast þarna inn en ég held að það er gaman að skoða þetta
gefur góða mynd. Núna bara Flóahverfið komið inn. Það komið inn hinreitin, Flóahverfið komið inn, þar sem þetta skoða þær lóðir sem eru til útlutunar og lóðir sem búið að útluta. Það þetta að fletta upp kostnaði og öðru. Þannig að þetta bara virkilega góð viðbót við þær upplýsingar sem við erum að veita dagsdaglega. Þannig að bara allir þeir sem ekki hafa kynnt sér skora ég á að gera það nú þegar. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Langar aðeins að koma inn á liði 1 eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs kom inn á að þá fengum við kynningu á úttektinni á Fjöleiðuhúsinu og var það sameiginlegur fundur með velferðar- og mannréttindaráði ásamt því sem að fulltrúum bæjarráði var boðið til að hlýða á það. Ég verð eiginlega að segja að ég var mjög undrandi í rauninni eftir þennan fund að ef ég skynja þetta rétt að þá er mygla í rauninni eðlileg og ég man nú ekki alveg hvort hann sagði 4 eða 5% af vestrænum íbúum jarðar hafi ofnæmi fyrir einhverjum myglu, segi ég. Þannig og það sé eðlilegt í gömlu húsi, 30 ára gömlu húsi, að það sé bara yfir höfuð mygla í svoleiðis húsnæði og eins og var hljóðið í þessum ráðgjafa okkar að þá var þetta í rauninni eðlilegt ástand. Ég í rauninni set aðeins spurningamerki við þetta ennþá og ég held að við höfum aðeins að kannski hugsa annars vegar út frá myglunni að það var grein í fjölmiðlum í vikunni eða hvort það var á helginni sem ég las hana að Reykjavíkurborg réðist í það að endurbyggja skólahús og laga eftir að koma upp mygla þar. Þar er ennþá mjög mikil óánægja hjá foreldrum skólabarna og fullyrt að það sé enn mygla sem er að valda óþægindum hjá ákveðnum hópi nemenda. Ef ég skildi rétt og ég spurði þetta og það kom fram á fundinum að þá var einn af ráðgjöfunum við þessa endurbyggingu sá sem kynnti okkur skýrslu sem að hann ásamt öðrum útbjó út frá þeim pröfum sem að þeir tóku í Fjöleiðuhúsinu. Þannig að ég í rauninni ekki sannfærður það að okkur takist að hreinsa allt út úr húsinu og þó að við hreinsum allt í kringum þau svæði sem að voru testuð núna og kom fram mygla í að þá erum við ekki trygg fyrir því að það sé ekki einhvers staðar annars staðar mygla. Og eins og ég kom inn á að þá er ákveðin hópur bara sem er með ofnæmi fyrir myglu og þá viðkvæmari heldur en aðrir kannski fyrir þessu. En við verðum líka að hugsa það að inn í þetta hús ætlum við að setja viðkvæman hóp. Þannig að ég
hefði vilja vera fullviss það að það væri hægt að hreinsa þetta alveg út, en því miður að þá get ég ekki út frá því sem ég hef og lesið og kynnt mér verið öruggur það, og þar af leiðandi finnst mér við vera ekki á réttri leið með því að ætla að endurbyggja þetta húsnæði fyrir okkar viðkvæma hóp sem að mun þá dvelja í þessu húsi megni af deginum við vinnu og endurhæfingu. Þannig að það mín skoðun allavega, en eins og ég hef áður sagt að það alltaf vilji meirihlutans sem að ræða för, en ég hef þessa skoðun og ég ætla að koma hérna á framfæri. Að öðru sjónarhorni sem ég langar að varpa hérna fram að það voru kynnt drög á fundi í skipulags- og umhverfisráði í gær að skipulagi yfir það sem við höfum kallað Dalbrautarreiti, við skulum bara teygja hann út á þessi braut og það er þá norðurhlutinn af Dalbrautarreitnum sem að eru komið svona frumdrög af skipulagi, og eins og ég hef nefnt áður að þá áttu ráðlega ég það við myndum horfa á það að þetta svæði sem heild yrði þannig úr garði gert að það yrði svona ákveðin svipað yfirbragð í rauninni yfir öllu hverfinu, en þegar maður horfir á þær teikningar og þær fyrstu drög sem eru komið fram að þá sker þessi reitur sig mjög mikið frá hinum húsnæðunum. Þannig að það segir mér það að við eigum að skoða og hefðum átt að vera að byrja á því fyrr að skoða öðruvísi byggingu fyrir fjölliðina, og það er ekkert í rauninni sem segir að fjölliðan þurfa að vera bara ein í húsinu eða að húsið þurfa að vera á einni hæð. Hús sem hýsi fjölliðina getur alveg verið á fleiri en einni hæð, og 2, 3, 4 hæða bygging þarna og samt sem áður að geta hýst fjölliðina. Þannig að mér finnst, og ég tala fyrir því að við áttum að nota þetta tækifæri sem við höfum núna til þess að koma með heildarskipulag á svæðið, jafnhliða því sem að við útbyggjum húsnæði fyrir fjölliðina. Það hefur staðið til í einhver tíma að fá fund með fulltrúa frá Reykjavíkurborg þar sem að þeir hafa fjallað þetta þar og hort á framtíðar, ég veit ekki hvort þeir hafa fjölliðju, framtíð fjölliðju fyrir Reykjavíkurborg og mér vitanlega hafði hjá okkur ekki samband við þá aðila, og við höfum beðið þessa kynningu núna töluverðan tíma og mér skildist í síðustu viku að þetta yrði í þessari viku, en það er ekki búið að boða þann fund ennþá, og var þá hugsað að það yrði sameiginlegur fundur líka ráðanna. Þannig að ég ætla þá bara að ljúka máli mínu. Ég er búinn að koma þessum
skoðunum mínum á framfæri og þó að það hafi verið talað mikið það að okkur liggi á að komast að niðurstöðu í þessu máli að þá held ég að fyrir framtíðina að gefa sér ákveðin tíma núna til þess að skoða þetta alveg í botn, hann muni borga sig til lengri tíma í litið því að mín sannfæring sú að við erum ekki á réttri leið með þessa uppbyggingu. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel, Rakel. Takk fyrir það, herra forseti, og aðri bæjarfulltrúar og aðri sem á okkur hlýða. Þetta var mjög góð yfirferð hjá kollega mínum Einari Brandsyni. Hann nánast tékkaði í öll þau box sem ég var búin að skrifa niður, þannig að ég ætla svo sem aðeins að stytta mál mitt varðandi þennan fundalið. En maður velti fyrir sér gagnsæi stjórnsýslunnar, þessi skýrsla ekki orðin opinber, verður hún gerð opinber. Það hefur verið aðeins kallað eftir því í samfélaginu eftir að þetta var tekið fyrir og í fundagerð sem núna á þessum fundi frá 25. janúar og maður fengið svo sem ófá símtöl þetta mál. Og ég bara kalla eftir því hvort að þessi skýrsla verði gerð opinber eins og okkur ber að gera. Formanni skipulags- og umhverfisráðs hafði orð á að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft stór orð fjölliðina. Ég ætla nú bara að mótmæla því að þau hafa verið stór en þau voru svo sannarlega varnaðarorð og ég get ekki bara betur séð en að hann hafi hlustað á þau varnaðarorð sem við slóum í þessu máli og þetta var þó allavega tekið til frekari skoðunar en átti að gera. Þannig að ég læs nú aðeins á það. Hann tala líka að það er ekki eftir neinu að bíða en að bara hefja uppbyggingu. Ég velti þá því líka upp sem að við settum í bókun okkar að varðandi skipulagið og ef maður skoðar það skipulag sem hefur verið tekið fyrir í skipulags- og umhverfisráði á fundi sem liggur ekki fyrir þessum fundi, þá er það mjög áhugavert og að sjá þessa fjölliðu eins og hún núna með viðbyggingu inn í þessu nýja glæsilega skipulagi. Þá velti maður því fyrir sér hvort að þetta sé besta leiðin og leyfi ég mér að hafa þær vangaveltur áfram. Ég las einmitt þessa frétt helgina varðandi þennan skóla sem talað að það ætti að vera búið að fyrirbyggja að þessi mygla myndi endurtaka sig en það virðist vera mikill heilsubrestur á börnum ennþá og ég maður vill ekki sitja við þetta borð og hafa kannski tekið þátt í ákvörðunum að fara þessa leið eins og ef að það er möguleiki á að þetta geti endað í fanginu á okkur eins og þessi skóli í Reykjavíkurborg. Það vitum við ekki, það er framtíðin að bera í skauti sér. Svo þá kannski að lokum að það langar mig líka aðeins að velta upp og hafa sagt það í þessum ræðustól að ég ætla bara einhvern veginn að leyfa mér að efast að þetta verði ódýrari leið þegar upp staðið, af því að við vitum alveg sögu til dæmis Fimleikahússins á þessu kjörtímabili og við fórum af stað með ákveðna fjárhæð í fjárhagsáætlun þegar þetta var ákveðið á síðustu kjörtímabili. Hún hefur
verið tekið margoft fyrir í bæði skipulags- og umhverfisráði, líka í bæjarráði og líka í bæjarstjórn og ég ekki að segja það að það ekki verið samþykkt, það við stöndum öll heilshugar á bak við þetta fimleikahús. En við vitum það líka alveg hver vöxturinn og hækkun á fjárhagsáætluninni hefur verið varðandi þetta hús og þó var það nýtt hús. Þannig að við skulum líka bara aðeins hafa varnaglan á og það verður líka það bara fróðlegt að sjá hvort að og ef að þessi leið verður farin að gera við þetta hús, hver niðurstaðan verði í krónum og aurum þegar upp staðið. Að lokum langar mig að ítreka það að það væntanlega þarf að fylgja þessu máli eftir. Mér liggur forvitni á að vita hvernig á að standa að þessari uppbyggingu, að þessum framkvæmdum. Væntanlega þarf að stofna til einhver starfshóps, hvort að það hafi eitthvað verið rætt innan skipulags- og umhverfisráðs og langar þá sérstaklega að koma að mikilvægi þess að þjónusturáðið verði haft þar með í för, formaður eða þá fulltrúi frá þeim eða funda reglulega með þjónusturáðinu. Að, ég held að það sé rödd sem hefur pínlítið gleymst í þessar umræðu og vil minna á það hér. Og að allra síðustu lokum að kalla ég eftir að skýrslan verði gerð opinber. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar E. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Ari Már Hlíða. Ég ætla fyrst að bregðast hér við orðum bæjarfulltrúi Einars Brandssonar. Ég veit ekki alveg hvort að við höfum verið að hlusta á sama skýrsluhöfund, en skýrsluhöfundur sagði vissulega það eðlilegt að það sé mygla í húsum, en leiðrétti sig svo strax þegar hann var spurður að því og sagði að það ákveðin mygla væri mjög algeng í húsum. Mygla tók það líka fram að mygla hins vegar ekki bara mygla og það er mjög algengt að ákveðin mygla sé í húsum en ekki allar. Og það er alls ekki eðlilegt ástand talað að væri mygla í húsum, en það er hins vegar mjög algengt. Þannig að hann talaði aldrei eða leiðrétti sig strax að það væri eðlilegt að væri mygla í húsinu. Og fór einmitt mjög vel yfir það að mygla ekki bara mygla. Það eru margar tegundir. Í húsinu til dæmis mældust nokkrar tegundir, mishættulegar fólki, en það er ekki eðlilegt ástand að það sé mygla í húsi. Hvað var það þennan skóla sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, hann barst líka í tal á þessum fundi og skýrsluhöfundur sagði það einmitt að hann hefði unnið að þessu máli, væri í vísu bundinn trúnaði en tók það fram að ekki hefði verið farið eftir ráðleggingum þeirra sem komu að mælingum og komu að úttekt. Þannig að á milli línanna var kannski að lesa að þetta hefði verið fyrirsjáanlegt. Þess að menn voru einhvers staðar að stytta sér leið. Það er ekkert í okkar vinnu, við komum fram með það, við ætlum að stytta okkur leið. Þvert á móti kom það fram þarna á fundinum að við munum fylgis eftir að fullri hörku. Við munum, eins og ég sagði áðan, taka mælingar meðan á rifinu stendur og eftir. Húsið verður skrælt að innan. Það kom fram að þarna rakasperran hefði til dæmis verið vitlaust sett upp í upphafi. Því verður öllu fylgt eftir með eftirlitsaðilum. Þannig ég hef engu að kvíða. Þeir tóka skýrt fram og þau eru margspurðir á fundinum hvort það væri einhver hætta ef við færum í þessar aðgerðir og þeir sögðu nei. Bæði fulltrúi Verkís og svo aðili sem við fengum sem lengi starfa hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins hefur verið kallaður herra mygla vegna þess að þetta hefur verið svolítið hans málefni, mest allt hans starfsvið. Þeir báðir fullyrtu það að færum við rétt að þá væri þetta ekki vandamál. Hvað varðar spurningar bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir skýrsluna, hún verður að sjálfsögðu gefið opinber eins og allar aðrar skýrslur. Það var ákveðið að hún kæmi hrá inn án þess að við værum nokkuð búin að eiga við hana eða annað, heldur kæmi bara inn mælingarnar. Það komu fram athugasemdir í skipulags- og umhverfisráði, meðal annars frá fulltrúa minnihlutans, bæjarfulltrúa Óla Arnþórssyni, mjög góðar athugasemdir
bara uppsetningu og annað og þá aðalega snéru að því að skýrslan væri bara gerð aðgengilegri og hver sem gæti í raun og veru lesið í hana og lesið úr hennar innihald. Þetta eru margar prófanir og auðvelt í raun og veru svolítið að hrapa á ályktunum en það snýst samt ekki það að fegra eitt né neitt eða breyta nokkru, heldur bara svolítið að draga saman niðurstöðu skýrslunar svona eins og við fengum á kynningunni. Þannig færa þær út. Hvað varðar fimleikahúsið og hvernig veldisvöxt þar, þá held ég að ef að fólk skoðar þá framkvæmd, að þá held ég að það hafi alls ekkert orðið neinn veldisvöxtur. Þegar farið á stað í framkvæmdin húsið til dæmis of lítið, það ekki löglegt, þannig húsnæðið stækkað, í því felst töluverður kostnaður. Þegar farið á stað átti til dæmis ekki að fara í klefana að fullu, það tekin ákvörðun að taka þá algjörlega í gegn. Það var ekki gert ráð fyrir í fyrstu fjárhagsáætlun nokkrum tækjum með áhöldum inn í húsin nema í einhverju mýflugmynd. Þetta allt hlutir sem var komin seinna. Ég held að fimleikahúsið kannski svolítið kenni okkur að þegar við förum á stað í svona verkefni þá oft spenna og þá reyna menn oft að skræla svolítið út hana til þess að þetta rúmist innan einhverjar upphæðar. Vissulega kostaði húsið meira en það átti að kosta en þegar menn taka inn í, eins og ég segi, alla þessa liði að þá held ég ekki neinn veldisvöxt að ræða. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs fyrir sín svör og svona þetta sögulega yfirlit varðandi fimleikahúsið sem alveg laukrétt hjá honum og þá bara gott að hafa það á bak við eyra þegar við förum í fjölliðina að við samþykkjum eitt og bætum svo við og bætum svo við og bætum svo við. Þannig að þá erum við kannski farin að horfa í það að hitta kannski til að sjálfstæðismanna hefur kannski bara verið betri leið. En það verður bara að koma í ljós. Mér langar líka að spyrja varðandi þetta nýja skipulag á þessum reit sem að næri rauninni alveg út að horni. Hefur álit skipulagshönnuðar komið í ljós í þessu ferli að hafa fjölliðina eins og hún inn í þessu nýju skipulagi? Hefur því ég veit það að skipulagshönnuðurinn okkar sem að við notum mikið, að hefur hann sagt sína meiningu á þessu. Kannski fá bara það fram, en eitt að lokum, af því það verið að ræða stíga, því ég nú kannski komur upp í annarsins og ég þurfi ekki að koma í þriðasinn, nema mér sé ekki svarað. Það verið að tala um stíga í Flóahverfi og mér langar bara að nýta tækifæri að vera að ræða stíga að nú höfum við verið að taka frá fjármuni í stígagerð í sveitarfélaginu og þá langar mig að forvitnast hjá formanni skipulags- og umhverfisráðs hvar stígurinn á milli eða gegnum Smiðjuvelli og Kalmarsvalla eru í forgangi eða forgangsröðuninni í stígagerðinni af því að stígurinn í rauninni klipptur þarna í gegn og á að enda þarna inn við það sem að apótekið og bónus og það og inn í nei ekki apótekið og bónus heldur beint inn í tjaldstæðið. Þannig að mér langar að vita hvar hann í forgangsröðunni þessi stígur. Annars segi ég bara takk fyrir mig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi. Ég ætla nú ekki að fara að munnhöggvast við formann skipulags- og umhverfisráðs hverjum það að kenna að þessi skóli sem var endurbyggður í Reykjavík, hverjum að það að kenna
að það virðist vera mygla en þá í honum. Það satt sem formaður skipulags- og umhverfisráðs sagði að sá sem hélt erindi fyrir okkur, að hann hélt í fram að það hefði ekki verið farið eftir þeim leiðbeiningum sem hann hafði við eða lagði fram. Mér finnst ótrúlegt og að svo skuli vera en hef svo sem ekki heyrt hina hliðina á málinu. Þannig að þarna erum við bara með verkefni sem var skólahúsnæði sem var mygla í og ég ætla það ekki að þeir sem ráðast í svoleiðis endurbyggingar og kalla til ráðgjafa að þeir fari ekki eftir því sem ráðgjafarnir leggja til. En það ábyggilega eftir að takast á það hverjum að kenna og fái kannski fréttir af því síðar en kannski verðum við komin í svipuð spor og Reykvíkingar ef við förum okkar leið sem virðist vera niðurstaðan hjá meirihlutanum. Formaður skipulags- og umhverfisráðs, hann kom ekki inn á þann punkt sem bæði ég og bæjarfulltrúinn Rakel Óskarsdóttir nefndum, hvernig þetta færi saman í því nýja skipulagi sem við erum að leggja á stað með. Það verður gaman að heyra hans sýn á því og bæjarfulltrúinn Rakel Óskarsdóttir kom með beina spurningu það, þannig að hann bregst kannski við því. En svo að lokum þá ætla ég að leiðrétta það sem formaður skipulags- og umhverfisráðs sagði hér áðan. Ég held að hann hafi kannski ekki orðað þetta alveg rétt að Fimleikahúsið var aldrei ólöglegt hús og allan tíman sem það var í vinnslu þá var stefnt að því og húsið var alveg löglegt. Það var starfshópur sem lagði fram erindi í upphafi stærð á húsinu og það var samþykkt bara beint en svo þegar var komið á stað með vinnuna við bygginguna eins og oft gerist að þá kannski rennur upp fyrir fólki að það hefði mátt gera betur og þarna kom bara fram að til þess að halda stærri mót heldur en menn voru með í huga fyrst að þá þyrfti að stækka gólfflötinn og þar að leiðandi sem sagt stækkaði húsið örlítið og þannig að við getum haldið stæðstu mót eða sem sagt einhver alþjóðleg mót í húsinu þannig að og var það bara alveg sjálfsagt að verða við því fannst allavega okkur sem sátum við borðið þá og sama hefur gerst á þessu kjörtímabili eða hafa komið óskir vil ég meina bara eðlilegar breytingar við eigum þegar við byggjum svona hús þá eigum að byggja það þannig að það dugi vel fram í tíman og eigum ekki að vera í sjálfu sér nísk í því þó að við þurfum alltaf að standa aðeins á bremsunni með kostnað. Það er bara hið besta mál en ég held að allt það sem hefur bæst við í rauninni hafi nokkuð eðlilega skýringar. Þannig að við getum alveg verið sammála það og hefur ekki verið nein andstaða held ég hjá minnihlutanum þær breytingar sem hafa verið gerðar og þær framkvæmdir sem hefur verið farið í byggingaferlinu. Þannig að ég held að við getum bara verið stolt af Fimleikahúsinu.
veit ekki hvort við verðum jafn stolt af Fjölliðunni ef að framferð sem horfir, en það alveg nokkuð ljóst að fyrsta kostnaðaráætlun, hún mun alveg breytast og hefði gert það líka ef við hefum farið á stað að byggja nýtt hús alveg. Það er einhvern veginn bara þannig. En það ef við höfum nokkuð góða fjárhagsáætlun fyrir þetta og kostnaðar mat og annað og höldum því, en það að bæta við er ákvörðun sem við tökum bara í ferlinu og eins og ég sagði áðan, við höfum alltaf að gera aðeins betur við það sem við erum að gera nýtt, því að það mun standa okkur öll. Þannig að við erum alveg sammála þar, en ég vildi bara koma inn á, mér fannst að vera svona mismæli hjá formannum að segja að húsið hefði ekki verið löglegt. Það var alveg löglegt, en það að vísu var ekki löglegt fyrir stæðstu mót. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég verður ekki að þessi umræða veldur mér smá vonbrigðum að við séum ennþá einhvern veginn að ræða að það eigi hugsanlega að setja starfsmenn og starfsfólk Fjölliðunnar í mikla húsnæði og að það séu efasemdir að það sé hægt að koma í veg fyrir þetta. Minn skilningur eftir þennan fund sem var mjög góður og þar töluðu tveir helstu sérfræðingar í þessum málum á landinu, annar sem hefur heitt starfsveðin sinn í að rannsóknir á húsum og myglu og öðru slíku hjá Björn hjá Byggingarstofnun, held ég að heiti. Þeir héldu því báðir fram að húsið væri bara í mjög fínu ástandi með aldrei fyrir störf. Myglan staðbundin, þessi versta, og myglan staðbundin, hún ekki djúpt í veggjum eins og það sem er verið að rífa hús. Það að bera þetta saman við þennan skóla í Reykjavík náttúrulega bara ekki, held ég, samanburður sem sko raunhæfur. Það með við það að þetta sem versta myglan staðbundin í Fjölliðunni á stöðum þar sem hægt að fjarlægja hana og verður gert. Ég held að þegar við uppi staðið þá verður þetta örugglega miklu fríasta húsnæði á Akranesi vegna þess að það verður það mikið eftirlit á meðan framkvæmdin stendur og sýnataka til þess að koma í veg fyrir að við séum að fara þá leið að setja fatlað fólk í mikla húsnæði. Það kom líka fram ágætispunktur á Einari áðan í síðustu ræðu að ný hús hækka líka í verði á framkvæmdatíma. Þannig að það ekkert sem segir að þó að við myndum rífa húsnæðið og byggja nýtt að það okkur eitthvað ódýrara. Það nú þegar samkvæmt áætlunum held ég að það hafi verið 180 milljónir krónum dýrara bara að fara af stað. Þið leiðir til mig ef þú talar vitlaust sem ég er að rifja hann upp meðan ég tala. Svo varðandi staðsetningu Fjölliðunnar, þá varum við líka inn í þessu nýja skipulagi og skipulagsdrögum sem voru á fundi hjá skipulagsumhverfisráði í gær. Í raun og veru mætti kalla þetta skipulagshugmyndir. Þetta voru 3 teikningar þar sem í sumum þeirra var búið að taka öll hús og í öðrum ekki.
að þetta ekki eitthvað sem er staðfest eða sú leið sem á að fara. Í sumum þeirra voru húsin sem standa við Esjubraut enn á sínum stað, þegar öðrum var búið að taka þau og byggja önnur hús, þannig að það er ekkert sem að við getum fest hendi á hvernig verður. Við getum líka bara hugsa okkur það að fjölíðan var þarna á sínum stað fyrir og hún hefur sinn tilverurétt og sinn sess á þessum stað í bænum og er vel staðsett fyrir þá sem vinna þar og sækja þangað þjónustu. Þannig að ég held að hún sé bara á réttum stað þó að það sé verið að byggja annað í kringum hana. Bæjarmynd breytist og hús hverfa eða það er byggt öðruvísi í kringu þau, en það er ekki alltaf rifin öll hús sem að standa nálægt nýjum byggingum af því að þau fit ekki með þeim eða öfugt. Síðan er það mín skoðun að við eigum að passa vel upp á hana reit og helst ekki skipuleggja allavega strax fjölbýlishús þjóðbrautarmegin við fjölíðina. Allavega ættum við að gera það vel ígrunduðu máli hvernig við viljum nota reitinn frá Dalbraut yfir á þjóðbraut. Það er mín skoðun og ég hef komið henni margótt framfæri. Fleira var það ekki í bili. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði stíginn. Stíginn yfir að tjálsvæði. Hann er ekki á fjárhagsáætlun 21. Þannig það er eitthvað lengra í hann. Stóri stígurinn okkar er stígurinn einmitt upp í Flóahverfi, viðgerðir og eldri stígum og annað. Hvað varðar álit skipulagsfulltrúa á fjölíðinu þá var svo sem ekki komið inn á það. Skipulagsfulltrúi Árni Ólafsson skipulagshönnuður segi og nýr skipulagsfulltrúi bæjarins Halla Marta Árnadóttir fengu það verkefni að vinna þetta áfram. Eins og bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson kom inn á að þá voru þetta einmitt bara fyrstu drög. Við erum að vinna þetta. Það er verið að velta upp alls konar hugmyndum og svo kemur í ljós bara hvernig þetta verður á endanum. En ég hef enga trú öðru en þetta verði fínt. Fólk getur átt misjafna skoðun á því hvort að þetta hús fjölíðan sé stílbrot þarna inni. Mín skoðun er svo að það andar bara vel reitinn að hafa þessa lágreistu byggð innan þessi stóru hús sem koma þarna. Ég held að þetta sé ákveðið mótvægi við þá íbúa sem búa til dæmis við Dalbrautina að fá þessi stóru hús gnæfa þarna yfir hverfið. Þá held ég að lágreist einna hæða fjölíða verði ákveðið mótvægi. En eins og ég segi, skipulagsfulltrúi bæjarins Halla Marta Árnadóttir og Árni Ólafsson skipulagshönnuður eru að vinna þetta áfram og munu kynna frekari gögn. En ég verð samt líka að segja að mér finnst hálffurðulegt hvað við erum að eyða miklum tíma núna í að ræða fund sem fór fram í gær og hann er ekki eins og kominn, hann er ekki eins og orðinn opinber. Þannig að þeir sem hlýða á fundin eða annað geta ekki eins og skoða þessi gögn. Ég held eiginlega að væri réttara ef við myndum ræða þann fund bara á næsta bæjarstjórnarfundi. En hvað varðar ábendingar Einars Brandssonar og hans þar sem hann fór yfir þau orð mín að skýrsluhöfundar úttektar á fjölíðinni að ekki hefði verið hlustað á ráð þeirra við endurbætur á skólanum.
Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fyrir að segja því að það hefði ekki verið hlustað á þessi ráð og ég alveg sammála hann. Ég ætla ekki að ætla neinum að menn hafi farið á stað blindandi, vitandi það að það væri ennþá mygla eitthvað. Ég held að fari allir á stað með það að leiðarljósi að bæta ástandið. En við eigum dæmi eins og til dæmis Orkuveituhúsið sem held ég mjög gott dæmi það að menn hafi ekki hlustað á ráðleggingar og farið í alls konar viðgerðir og framkvæmdir aftur og aftur en ekki komið í veg fyrir vandamálið. Hins vegar eins og kom fram í skýrslunni og kom fram á þessum fundi að þá erum við með dæmi eins og var rætt hérna áður við fórum á stað þessu skýrslu til dæmis Íslandsbanki í Rauðasand. Þar vorum við með myglu sem náði alltaf 9 cm inn í steypuna. Myglan sem að mælast í fjölliðinni, hún á yfirborði. Þar sem hún verst í veggjum, þar nóg að hreinsa á púsningu. Þar sem hún í gólfi, til dæmis í dúk, þá nóg að pússa steypuna. Mygla, það sem kom fram hann á fundinum að dúkalím víst að miklu leyti byggt upp á sykurlaust, og það eitthvað töfra meðal fyrir myglu. Mygla þrýst hvergi betur en í svoleiðis. En þeir vildu meina eftir þessar prófanir og skoðanir og það væri eins og gólfsig, þar væri nóg að pússa upp. Þannig ég hef engar áhyggjur af því að okkur takist ekki koma veg fyrir þetta. Það er að segja að við förum eftir þeirra ráðleggingum og framkvæmum þetta eins og eigum að gera það. Hvað varðar orð mín að húsið hafi verið ólöglegt. Það rétt hjá Bæjarfulltrúa Einar Brandssyni að húsið var ekki ólöglegt. Það var hins vegar eins og kom fram hjá honum ekki nægilega stórt þannig að við getum hýst stór alþjóðleg mót sem haldið hérna, eða stór mót á Íslandi. Og í mínum huga þá byggjum við ekki hús í dag sem eiga að vera til framtíðar sem standast ekki staðla í dag, það standast ekki staðla eftir 20 ár. Þannig að við byggjum hús alveg eins og við höfum talað íþróttahús á Jaðarsbökkum. Þar erum við að byggja til framtíðar. Þarna erum við líka að byggja til framtíðar. Fjölliðinni erum við að byggja til framtíðar. Við eigum að hugsa stórt og við erum að hugsa stórt í þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar Björn Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ef að fleiri vilja ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og forseti tekur undir það að það fundargerð skipulags- og umhverfisráðs sem til umræðu en ekki kynningafundur skipulag á N1-reitnum svokallaða sem að ekki komin til kasta bæjarstjórnar en þá að ræða. Þannig að við höldum okkur við það að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og efni hennar. Það enginn sem biður orðið, þannig að þá lokum við þessari umræðu fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og hún þá telst hér með framlögð. Þá förum við í 11. fundalið. Hann hefur málsnúmerið 21-01-003, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og hér lögð fram 145. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs, fundi sem framfór þann 25. janúar síðastliðinn og 147. fundargerð frá fundi sem framfór þann 3. febrúar síðastliðinn. Og orðið laust. Fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það enginn sem biður orðið, þannig að þessar fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs teljast þó hér með framlagðar. 12. fundarliður og 13. eru samhljóða, það að segja báðir fjalla fundargerðir stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis og forseti leggur til að við tökum eina umræðu þessa 2 fundarliði ef enginn hreyfir mótmælum við því. Það enginn sem mótmæli því, þannig að ég tek því sem samþykki.
12. fundaliður, málsnúmer 20.01.007, þetta eru fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2020 og lagðar eru fram fundargerðir númer 114 frá 27. október og 115 frá 30. nóvember og 13. fundaliður hefur málsnúmer 21.01.008, þetta eru þá fundargerðir Höfða á árinu 2021 og þar er lögð fram ein fundargerð númer 116 frá 25. janúar síðastliðnum. Og orðið er laust þessar þrjár fundargerðir stjórnar Höfða og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Hvað gerði ég? Heyrist í mér? Ok, já, takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Hér erum við með þrjár fundargerðir frá Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili. Við erum hér með svona bara hefðbundin mál í öllum fundargerðunum eru vistunarmál og við sjáum það bara í nýjustu fundargerð Höfða að þá eru 25 einstaklingar sem bíða eftir plássi hvað varðar hjúkrunarrými. Það eru 12 einstaklingar sem bíða eftir innlögn í dvalarrými og 24 einstaklingar sem bíða eftir innlögn í hvíldarinnlagnir. Dagskrárliður 3 á þessum fundi var sá að stjórn Höfða, það voru erindi frá stjórn Höfða fyrir nokkru síðan það að við vildum óskuðum eftir að fá sérhæfð, ég ætla að hafa þetta alveg rétt, þannig að sérhæfð dagdvalarrými. Óskað var eftir því að og bent á að við værum með fjölda einstaklinga sem eru og fá réttmæta þjónustu frá okkur sem eru með heilabilun eða tengda sjúkdóma og þá er bent á það í erindi til ráðuneytisins að hversu skarðan hlut frá borði þetta heilbrigðisumdæmi hefur hvað varðar þessi rými í þessu umdæmi og við fengum svar frá ráðuneytinu það að máli sé bara í skoðun og það sé verið að taka þetta út og þetta er vissulega mál sem þurfum að ýta á eftir af því að nú þegar eru einstaklingar sem fá hjá okkur þjónustu sem þeir eiga að fá og það væri mikill ábati í því fyrir Höfða að fá þessi rými eða greitt fyrir þessi rými frá ráðuneytinu í stað þess að við séum eingöngu að fá greitt fyrir þau dagdvalarrými sem við höfum nú þegar. Ég er nú reynd að gleymd að skrifa hjá mér nákvæmlega hver munurinn en að minnstakosti tvöfaldur eða þrefaldur hvað varðar gjaldið fyrir rýmið. Ég get nú komið þeim upplýsingum til bæjarfulltrúa vilja þér fá þær en ég var með það annars staðar skráð hjá mér og bara gleymt að taka það með í gögnin. Það var jafnframt það sem margar stofnanir standa frammi fyrir núna, það betri vinnutíma á Höfða, það var lagt fram samkomulag styttingu vinnuvikuna hjá Höfða og tryggt að öll þjónusta muni halda sér inni á heimilinu sem var mjög mikilvægt í þessu samhengi. Þetta var janúarfundurinn, þannig að ég gleymdi nú að taka það fram kannski. Á þessum janúarfundi þá sjáum við líka það að rekstraryfirlitið fyrir fyrstu 11 mánuði ársins 2020 var lagt fram og þar erum við sjá það að við erum að fá það á fyrstu 11 mánuðum ársins 2,6 milljónum sem við erum undir í þjónustutekjum meðal annars sem vegna vistunar snemma á síðasta ári. Þegar voru aðrar verklagsreglur hvað varðar innritun íbúa inn á Höfða í upphafi COVID. Þá voru heimilin ekki að innrita heimilisfólk en í dag og á þessum tímum þá er verið að innrita að undangenginni skimun.
að já, þegar að semst áður en heimilisfólk, semst já, en núna í dag semst heimilismenn búnir að fá bólusetningar. Þarna í þessu rekstrarriðiliti fyrir þessa fyrstu 11 mánuði ársins sem já, þar sjáum við að laun fyrir dagvinnu fastráðinna starfsmanna þau eru komin 10 milljónir fram úr áætlun og það skýrist af starfsmati hjúkrunarfræðinga sem að kom seinni part síðasta árs og ákveðið var að taka það inn auðvitað bara eins og gera þurfti. Laun vegna yfirvinnu á Höfða fyrir fyrstu 11 mánuði ársins sem eru 6 milljónum krónum yfir áætlun. Það skýrist meðal annars af því að það er ekkert að loka þegar einstaklingar þurfa að fara í sóttkví eða hafa flensu lík einkenni sem svipar til COVID og þurfa að vera heima á meðan beðið eftir sýnatöku þannig að það hefur þurft að kalla út fólk til þess að koma í fólksins stað. Sótthreinsuðvörur, hreinlætisvörur, matarkostnaður og annað slíkt 7 milljónum krónum yfir áætlun en auk þess fáum við tekjur á móti því það hefur orðið töluverð aukning í seldu fæði út frá Höfða. Lyfir yfir áætlun og meðal annars vegna þessa starfsmats þá er afkoma ársins 2020 fyrir fyrstu 11 mánuði ársins 15,2 milljónum krónum lakari en áætlun gerði ráð fyrir og stendur því í tæpum 53 milljónum krónum neikvæðri en þar eru meðal annars það að launabætur vegna kjarasamninga starfsmanna á Höfða sem höfðu áhrif til 10–15% í raunaukningu eru ekki að skila sér nema í gegnum dagdvalargjöldin og fleira sem við höfum oft átt umræðu að hversu mikið í rauninni þau eru að greiða af rekstri Höfða og af starfsmatið sem hafi verið í gildi að mig minni frá 2016 datt í hús. En já, ég vildi bara svona upplýsa ykkur svona helstu atriði. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og við ræðum hér fundargerðir frá stjórn Höfða og orðið laust þessa fundargerðir og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson var orðið, gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Elsu Láru fyrir greinargóða yfirferð á þessum fundargerðum. Ég er hugsi yfir stöðunni sem er á Höfða ámenni fjárhagslega og nú í rauninni voru tíndir upp nokkuð margir liðir sem eru yfir áætlun, kostnaðarliðir og ef ég skil rétt í fundargerð númer 114 þá erum við að gera ráð fyrir verulegu tapi á rekstrinum fyrir 2021 og maður er auðvitað hugsi í tengslum við það. Ég var að fletta á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands og þar kemur fram með leyfi forseta að það er verið að selja, það er verið að óska eftir aðilum til að þjónusta einar 4 stofnanir, 4 heimili. Það í Vestmannaeyjum, á Eskifirði, á Fáskrúðsfirði og Akureyri og svo höfum við heyrt í fjölmiðlum að það hafa orðið umskipti í rekstri og nýjasta málið að það var leitt til lykta í Hæstarétti að ríkinu ber ekki að greiða sérstakt húsnæðisgjald til hjúkrunarheimila og ríkið í rauninni fer alla leið til þess að reyna að létta sem mest geta og þau gjöld sem að hjúkrunarheimilunum í raun ber. Og maður spyr sig, hvað ætlum við að halda lengi áfram?
Hvað ætlum við að draga það lengi að verða kannski eitt af þessum heimilum sem á þessum lista? Ég hef margoft rætt það að við eigum að skoða breytt rekstrarform á Höfða. Því að við sem sveitarfélag að reka þetta njótum engra samúðar eða tillits frá ríkinu á neinn hátt. Og fjárlög eftir fjárlög hafa birt sparnað eða aðhaldskröfu á þessum heimilum þrátt fyrir að þau séu allflest rekin með tapinu með þau allra stærstu. Og ég vil bara spurja, hvað ætlum við að draga það lengi að fara af alvöru í það að velta upp þeirri ákvörðun að mögulega breyta rekstrarform á Höfða hjá okkur? Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveð hlýða, ætla bara í framhaldi af því sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefnir hér að undir 14. lið í fundargerð samband Íslenskra sveitarfélaga frá 29. janúar bókun sambandsins í rauninni skil sveitarfélaga rekstri hjúkrunarheimila. Ég ætla bara að hvetja ykkur ef að það skapast ekki umræður undir því að hvetja ykkur að lesa þá bókun og í rauninni þann styr sem komin í málaflokkinn. Þetta er í rauninni með ólíkindum hvernig hefur verið hvernig bara sveitarfélög hafa þurft að berjast með kjafti og klóm og öðrum leiðum í þessu málaflokki og ég ítreka spurningu Ólafs Adolfssonar í þessu máli. Hversu lengi ætlum við að bíða? Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust fundargerðir Höfða og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið. Gjörðu svo vel, Elsa Lára. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri aðrir sem á hlýða. Ég vil þakka þeim bæjarfulltrúum Ólafur Adolfssyni og Rakel Óskarsdóttir fyrir ábendingar og þær spurningar sem þau koma með. Ég líka verulega hugsi yfir stöðinni og þeim styr sem á milli ríkis og sveitarfélaga í málefnum hjúkrunarheimila. Ég skil í rauninni ekki af hverju þetta þarf að vera svona eins og þetta er. Og ég skil ekki heldur af hverju sveitarfélög eða heimili eins og Höfði sé að fá minna greitt fyrir hvert hjúkrunarrými heldur en heimili sem rekin eru af ríkinu. Ég skil það ekki og það bara, og það nær engri átt. Af því við erum að tala minnir, hvar eru tölurnar mínar? Minnir, við séum að fá kringum 37.000 kalla meðan að þau sem eru rekin af ríkinu séu kringum 53.000. Þetta er sirka þessi munur á dag. Hversu lengi við ætlum að bíða og sjá. Við eigum auðvitað sviðsmyndagreiningu sem hefur verið unnin, en eins og ég hef rætt, kannski það barnalegt af mér og kannski það eitthvað glórulaust, ég veit það ekki, en ég bind einhverja vonir við. Og svo niðurstaða og svo vinna sem unnin af KPMG og unnin það að greina rekstur hjúkrunarheimila muni skila einhverju niðurstöðu. Hvað verði gert til framtíðar? Kannski þetta of einföld hugsun, en mér finnst bara ofboðslega erfitt að taka ákvörðun svona stórt mál sem þetta og vanta einn lykilinn í þeirri ákvörðunartöku sem mér finnst þessi úttekt vera. Vegna þess að hún byggir á því á vinnu fjárlaganefndar og meirihluta fjárlaganefndar Alþingis fyrir einhverju síðan. Það sem fram kemur að ef ekkert verði að gert í stöðu hjúkrunarheimila að þá munu fleiri og fleiri fara á þann stað að rekstur þeirra gangi bara ekki upp og munu skila enn lakari rekstrarniðurstöðu heldur en við höfum verið að horfa á
hingað til. Og það þetta, og ég veit að bara til dæmis að KPMG hefur verið óska eftir rekstraryfirliti og greiningum frá heimilum og sú vinna fór fram hér á Höfða fyrir ekkert mörgum vikum síðan. Og ég veit að Kjartan, sem Kjartansson, framkvæmdastjóri Höfða, hefur verið að taka þátt í þessari vinnu fyrir hóp og vegum samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. En þetta kannski bara eitthvað sem kannski okkur greinir á og þetta sé hlutir af því sem mann finnst vanta inn í umræðuna og auk þess að vantar okkur líka hvernig viljum við haga öldrunarþjónustu í okkar sveitarfélagi til framtíðar og skiptir það ekki líka máli hvort að við séum með hjúkrunarheimilið eða ekki og hvernig þessi þríþætta þjónusta á milli heilbrigðisstofnunar sveitarfélags og hjúkrunarheimilis. En ég til í umræðuna og staðan flókin og það bara langt frá því að maður sé eitthvað rólegur yfir því sem við erum að sjá gerast og verulega hugsa yfir nýföllnum dómi í Hæstarétti stöðu hjúkrunarheimila og að ríkið í rauninni greiði ekki leigu eða þeir þurfa ekki að borga það húsnæðisgjald sem þar og bara var áhugavert að fylgjast með fréttaflutningi af því þegar að forsvarsmaður steig fram og talaði varðandi endurnýjun húsnæðis, byggingar og það að geta boðið upp á rými. Þannig að, já, en kannski bara komið tími til að við setjum öll niður og spjöllum þetta málefni. Og ég skal gera það bara núna á næstu dögum, bara jafnvel eftir þennan fund að afla eftir upplýsingar hvernig vinnu þessa hóps líður reksturinn og greininguna. Þannig að við sjáum hvort að það styttist í það eða ekki. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá aftur laust fundargerðir stjórnar Höfða. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ég ætla að byrja að þakka Elsu Láru Arnardóttur fyrir ágæt svör, en við svo sem vandinn ennþá uppi. Í grunninn þetta í sjálfu sér alveg sára einfalt. Það þjónustukröfur sem að við undirgöngumst að sinna og þær eru kostnaðarmetnar og þær eru kostnaðarmetnar, hafa verið kostnaðarmetnar bæði á ríkinu og á okkur og það hefur verið gert margoft og það skiptir engu máli hvað við skipum marga starfshópa í viðbót til að finna út úr því. Það bara algjörlega augljóst mál að þjónustukrafan og greiðslan fyrir þjónustuna þau passa ekki saman og það bara einfaldlega of lítið gefið með. Og skýrasta dæmi því auðvitað hvernig ríkið meðhöndlar sín eigin hjúkrunarheimili og greiða þar fyrir hærra gjald. Ég held að það hafi nú verið fyrir sig að við myndum tapa þessu máli varðandi húsnæðis gjaldi núna af því að lögin eru svona tiltölulega skýr með það finnst manni, þó ég sé nú ekki lögfræðingur. Þá sýnir það samt ákveð innræti að menn séu dregnir alla þessu leið til þess að ná fram þessari niðurstöðu að því ríkið ætlar ekki að leggja meiri fjármuni í þetta. Og ef að ríkið ætlar ekki að leggja meiri fjármuni í þetta, þá geta þau bara rekið þetta sjálfur. Það bara ekkert flókið. Sveitarfélögin eigi ekki að bera kostnað þessu. Það alveg skýrt í lögum hver á að fjármagna þennan rekstur. Það algjörlega skýrt. Og það ekki rifist það ég best veit. Kostnaðarmati á þjónustunni. Það ekki rifist það. Það bara allt og lítið með gefið. Og ef að við drögum þetta endalaust að segja bara hingað og ekki lengra, þá verður niðurstaðan svo að við munum tapa 200 milljóna á rekstri hjúkrunarheimilisins. Og það verður ekkert auðvelt að sækja þá peninga tilbaka. Við höfum alveg reynt það áður. Þannig ég legg nú til að við dustunum ríkja af þessari sviðsmyndagreiningu og setjumst bara yfir það einu sinni enn og veltum því bara með
í alvöru hvort að við eigum ekki að skila reksturinn til ríkisins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi fundargerðir höfða? Svo ekki og teljast á þar með þessar 3 fundargerðir 114, 115 og 116 framlagðar. Nú ætla ég að óska eftir því að fá að víkja úr starfi stundarsakir og bið varaforseta Einar Brandsson að taka við stjórn fundarins við 14. fundarlið. Já, ég skal gjarnan gera það og við ræðum þá 14. fundarlið sem fundargerðir 2020 Orkuveita Reykjavíkur og orðið laust þessa fundargerð. Og það bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að staldra við örfáa hluti í þessari fundargerð frá fundi sem fram fór núna 14. desember síðastliðinn. En þarna í öðrum fundarlið samþykki stjórn að forstjóra ásamt framkvæmdastjóra fjármála verði falið að undirrita viljayfirlýsingu breytingu á eignarhaldi Landsnets og ganga til viðræðna sölu eignarhlutarins. Sem sagt, eignarhluta Orkuveitu Reykjavíkur í Landsneti. Og þetta mál sem búið að vera í undirbúningi í tölsverðan tíma og ég hef svo sem kynnt áður fyrir bæjarfulltrúum. Og þarna bara leggjum við áherslu á það að stjórn verði upplýst gang viðræðna og endanlegur samningur lagður fyrir stjórn til afgreiðslu. Svo ætla ég að stoppa við í rauninni bara önnur mál eða 9. fundarlið sem var skýrsla forstjóra og undir þeim lið að þá lagði einn fulltrúi í stjórn Orkuveitunnar fram þá tillögu að stjórnin skyldi samþykkja það að fyllt verði í Árbæjarlón að nýju. Þessi umræða hefur örugglega ekki farið fram hjá mörgum. Hún búin að fara ansi hátt. Þessi tillaga var borin undir atkvæði og felld. Ég ákvað að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Fannst bara rétt að láta fulltrúar Reykjavíkurborgar bara eiga svolítið þessa umræðu. Þannig að og tók svo sem ekki opinbera afstöðu til þess hvaða skoðun ég hefði á þessu, en ég get svo sem alveg lýst þeirri skoðun svona almennt að mínu mati að þá Orkuveita Reykjavíkur fyrst og fremst orkufyrirtæki, hefur bara ákveðna grunnstarfsemi og þegar að mannvirki úreldast og sinna ekki lengur því hlutverki bara fyrir kjarnastarfsemi fyrirtækisins sem að þau voru byggð til, þá þarf bara að finna einfaldar og skynsamlega leiðir til þess að taka þau mannvirki úr rekstri. Það er engin ástæða fyrir þetta fyrirtæki að halda mannvirkjum í rekstri sem ekki hafa neitt hlutverk í vinnslu í grunnstarfsemi fyrirtækisins. En
Þessa afstöðu allavega tók ég á þessum fundi. Og já, ég held að sé svo sem ekkert fleira í þessari fundagerð sem að ég ætla að stoppa við, en þetta bara afla upplýsinga ef að bæjarfulltrúar eru forvitnir eitthvað. Takk fyrir. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson lokið máli sínu og orðið laust fundagerð Orkuveitunnar. Ef einhver hefur eitthvað til málanna að leggja. Það bæjarfulltrúin Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ég ætla nú kannski að fá bara syndga aðeins að því ég sé það ekki að þetta sé í fundargerðinni, en mér langar til að spyrja fulltrúa okkar í stjórn Orkuveitunnar þann gjörning að hulunni var svipt af raforkusamningum Orkuveitunnar við Norðurál. Mér langar bara til að fá að vita hvort að það var, hvaða frumkvæði það var gert, og mér langar mig líka til að forvinnast hvort að það sé fyrirhugað mögulega opinbera fleiri slíka samninga. Bæjarfulltrúin Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið laust, og það bæjarfulltrúin Valgarður Lyngdal Jónsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Út mjút. Nú heyrist í mér. Já. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar það ég get sem sagt upplýst það að þessi ákvörðun að gera þessa raforkusamninga opinbera var gert að beiðni Norðuráls. Sem sagt, það kom erindi frá Norðuráli það að þessir orkusamningar yrðu gerðir opinberir. Fyrir nokkru síðan reyndar hafði Orkuveitan óskað eftir því að þeir yrðu gerðir opinberir. Þá hafði Norðurál ekki þá samþykkti fyrirtækið ekki að þeir yrðu gerðir opinberir. Síðan hafa orðið bara ákveðnar breytingar á reglum og bara í svona alþjóðlegu regluverki í kringum starfsemi álversins, og í samræmi við það að þá kom þessi beiðni frá þeim núna og hún var samþykkt af hálfu OR. Það er svo sem ekkert meira en það að segja, en ég get svo sem grafið í gögnin og fundið nákvæmlega svona betur kannski út úr því hvernig í hverju þessar breytingar fólust sem urðu til þess að Norðurál fór núna fram á það að þetta yrði gert. Ég held ég sé búinn að svara því sem að framkom hjá bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsssyni, en biðst forláts ef að ég er að gleyma einhverju. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúin Valgarður Lyngdal Jónsson lokið máli sínu og bæjarfulltrúin Ólafur Adolfsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Mjút. Út mjút. Já, takk herra forseti. Ég var auðvitað mjög ánægður með svarið. Vissi það reyndar auðvitað fyrir eins og með allar góða spurningar. En
þetta áhugavert af því að nú hefur tíma eða í kjölfarið á Fraunhofer skýrslunni þá tókust orkuframleiðendur eða orkusalar og orkukaupendur á tíma og ef ég man rétt þá eru mál bæði frá Norðuráli og frá Straumsvík inni hjá Samkeppniseftirlitinu. En það var ein spurning sem ég lagði fram til viðbótar hvort það stæði til að opna frekar á að birtingu raforkusamninga. En það sem manni finnst auðvitað kannski áhugaverðast í þessu snýra skýrslu Fraunhofer, það var þetta blessaða meðaltalsverð á orku. Maður komst eiginlega þeirri niðurstöðu eftir að lesa skýrsluna að helmingurinn af samningunum væri vonlausir fyrir orkusalan og helmingurinn af samningunum væri vonlaus fyrir orkukaupandann. Þannig að menn voru ýmist með allt og lágt verð eða allt og hátt verð. Og maður vonast auðvitað til þess í framtíðinni að menn finni eitthvað svona rétt verð, svo maður orðið það bara, til þess að samkeppnisumhverfi orkusækis iðnaðar á Íslandi verði tryggt. Og ég held að sé hægt að tryggja það í gegnum bæði sanngjarnt verð og orku fyrir alla aðila og líka að ríki vakni kannski aðeins til meðvitundar að koma fram með grænar ívilnanir sem hvetji þessi fyrirtæki til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal annars og Orkuveitan gæti alveg verið framalega í þeim flokki, mínum mati. Þá hefur bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson lokið máli sínu og orðið laust og við ræðum hér fundargerð Orkuveitunnar og bæjarfulltrúinn Valgarður Lyngdal Jónsson fær orðið í þriðja sinn, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Akkurat þetta var spurningi sem ég gleymdi að svara. Bið bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson afsökunar á því. Afstaða stjórnar Orkuveitunnar hefur verið svo að við viljum hafa þessa samninga upp á borðinu og hafa þá opinbera, en það þurfa auðvitað allir aðilar að slíku samningum að vera sammála það og í þessu tilfelli, í þessu samningi sem að birtur var daginn, að þá eru aðilarnir auðvitað bara 2. En stundum eru aðilarnir fleiri og það þurfa þá allir að vera á sömu blaðsíðu með það til þess að það með vera. En sem sagt okkar umræða og sú skoðun sem að hefur verið ríkjandi í stjórn Orkuveitunnar er svo að við viljum bara hafa þessu orkusamningu opinbera, enda opinbert fyrirtæki og í eigu sveitarfélaga og bara eðlilegt að við séum með þessa hluti bara upp á borðinu. Við þökkum bæjarfulltrúanum Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir hans innlegg. Orðið er ennþá laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að varaforseti rís úr sæti forseta og býður forseta að taka sæti á ný í sínu sæti. Takk fyrir. Takk fyrir. Og við höldum þá áfram dagskrá. Förum í 15. fundarlið sem að hefur málsnúmeri 21.01.117, fundargerðir frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga, fundargerðir og tilkynningar á árinu 2021. Og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir stjórnar sambandsins, númer 893 frá 16. desember síðastliðnum og númer 894 frá 29. janúar síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir stjórnar sambandsins.
Það enginn sem að grípur orðið, þannig að þær teljast þá hér með framlagðar. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar og eins og fram kom í upphafi að þá verður fundargerðin afgreidd rafrænt fundamönnum að loknum þessum fundi. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 23. febrúar næstkomandi kl. 17 og við munum í millitíðinni athuga það hvort að við munum þá halda áfram hér í netheimum eða hvort að okkur verði óhætt að hittast í bæjarþingsalnum. Það standa vonir til þess allar að minnsta kosti. Það verður skoðað núna á milli funda og sú ákvörðun tekin í samráði við okkar bestu sérfræðinga. En ég þakka fundamönnum fyrir góða fundarsetu og fínar umræður og segi þessum fundi slitið.